þá búið að loka vellinum og þið hefjið keppni hér í fjórgangi úrslitum á Íslandsmótinu á hægutölti, gjörið þið svo vel. Og þið megið hægja niður, þetta komið. Megið hægja niður. Svo haldið þið áfram á feti. Oliver og Gróa hljóta fyrir hægt tölt 6,5, 7,0, 6,5, 6,5 og 7,0 gera 6,67. Eivör og Skál hljóta 7,0, 7,0, 6,5, 6,5 og 7,0 gera 6,83. Aron Einar og Eldur hljóta 6,0, 5,0, 5,5, 5,5 og 6,5 gera 5,67. Helga Rún og Flipi hljóta 5,5, 6,0, 6,0, 6,0 og 6,5 gera 6,0. Viktoria Huld og Steinar hljóta 6,5, 6,5, 7,5, 7,0 og 6,5 gerir 6,67 og Kristín Rut og Straumur hljóta 7,0, 6,5, 7,0, 7,0 og 7,0 gera 7,0. Þá ætlum við að sjá brokk hjá ykkur næst, gjörið þið svo vel. Þið megið hægja niður, krakkar, hægiði niður, hægiði niður, hægiði niður, hægiði niður. Hó, 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 hó. Og ef að foreldrar eða forráðamenn knapa sem eru inn á brautinni vilja tala við þau án þess að skipta sér af, þá megið þið koma þeim til halds og trausts. Annars eru þið að standa ykkur vel þið. Við skulum bara hingra augnablik.
Krakkar, þið megið bara fara á baki og þið megið örugglega labba bara hérna út af vellinu þess vegna. Við skulum gefa Helgu Rún gott klapp. Takk henni kærlega fyrir. Og vonandi hefur þetta ekki farið illa, en ég er að bíða eftir fyrirmælum frá yfirdómara. Jæja, þá höldum við áfram, krakkar. Þið ætlið að stíga á bak og nú ætlum við að dreifa okkur vel á völlin. Við ætlum að endurtaka brokk atrið. Byrjum bara upp á nýtt á brokki. Þannig að nú dreifið ykkur vel á völlin. Hafið bilin góð. Oliver og Viktoría og þeir komið tilbaka. Aron, þú ætlar að stoppa, leyfa Kristínu að fara aðeins lengra. Og þú mátt held ég koma líka tilbaka yfir. Þú ætlar að koma alveg hérna út í næstu beygju, Oliver. Og þú ætlar að fara að stoppa þarna, Kristín. Þú ætlar að stoppa þarna yfir, snúa við. Þú ætlar að koma aðeins lengra, Oliver minn, örlítið lengra. Og þú ætlar að fara að snúa við þarna, Viktoría. Og þarna máttu fara að snúa við, Oliver. Eru dómarar tilbúnir? Nei, ekki tilbúnir. Þá skulum þið bara halda áfram á feti. Við skulum bara fara rólega af stað og fara áfram á feti. Bara feta rólega. Bíð eftir merki frá dómurum. Það allt klárt þeirra megin. Hvað segið þið, Steindór? Steindór, gefðu mér merki, allt í góðu?
Steindór, já, ok, glæsilegt, þá erum við tilbúin, þið sýnið okkur brokk, gjörið þið svo vel. Og þá þetta komið. Takk fyrir, þið megið hægja niður. Kristín, ég ætla að biðja þig að taka annarkvort að hingra eða taka baug tilbaka. Svo höldum við áfram á feti. Einkunnir fyrir brokk, Óliver og Gróa hljóta 6,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,5. Eivör og Skál hljóta 6,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,5. Aron Einar og Eldur hljóta 7,0, 6,0, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Viktoría Huld og Steinar hljóta 7,0, 7,5, 7,5, 7,5 og 7,5 gera 7,50 og Kristín Raut og Straumur hljóta 7,0 hjá öllum 5 dómurum sem gerir 7,0 hjá öllum 5 dómurum sem gerir 7,0. Og þá ætlum við að fara í fet, gjörið svo vel, þeir eru komin í dóm. Og þá eru þið komin úr dómi á feti og núna ætlum við að laga bílinn og hafa þau mjög góð fyrir næsta atriði. Og við ætlum að hjálpast að við þetta. Þú ætlar annarkvort, já, þú mátt líka aðeins fórkoma tilbaka, Aron. Kristín kemur tilbaka, Óliver hingrar bara aðeins. Viktoría heldur aðeins áfram. Og Aron ætlar að fara að snúa við svona cirka þarna og Kristín líka og svo ætliði öll að halda áfram á feti. En Óliver og Gróa hljóta fyrir fet 6,0, 6,0, 6,5, 6,5 og 6,0 gera 6,17. Eivör og Skál hljóta 5,5, 5,0, 5,5, Aron Einar og Eldur hljóta 5,5, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Viktoría Huld og Steinar hljóta 6,0, 6,0, 7,0, 6,0 og 6,5 gera 6,17.
og Kristín Rut og Straumur hljóta 6,5, 6,5, 7,0, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Þá ætlið þið að sýna okkur stökk, gjörið þið svo vel. Og þetta komið, þið megið hæja niður. Glæsilegt hjá ykkur. Og nú ætlum við að þið lagið bílinn, þið kunnið þetta. Oliver og Gróa hafa hlotið fyrir stökk 7,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Eivör og Skál hafa hlotið 6,5 á línuna hjá öllum 5 dómurunum. Aron Einar og Eldur hafa hlotið 6,5, 6,5, 6,0, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Viktoria Huld og Steinar hafa hlotið 7,5, 7,0, 7,5, 7,0 og 7,0 gera 7,17. Og Kristín Rut og Straumur hafa hlotið 7,0, 7,0, 7,0, 6,5 og 7,0 gera 7,0. Þá ætlum við að fara í síðasta atriðið og það greitt tölt, gjörið þið svo vel. Þetta komið, þið megið hæja niður. Glæsilegt hjá ykkur, alveg langflottust. Þið safnist saman fyrir framan dómarana og við fáum engunir, þeir koma og hilsa upp á ykkur. Og svo klukkan 13:05 eða bara eftir að verðlaunaafhendingu lokið, förum við í 5 gang unglinga. Engunir fyrir Oliver og Gróu 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,5, gerir 6,50 fyrir greitt tölt. Eivör og Skál hljóta 6,5, 7,0, 6,0, 6,5 og 6,5, gera 6,50. Aron Einar og Eldur hljóta 6,0, 5,0, 6,5, 6,5 og 6,5, gera 6,33. Viktoria Huld og Steinar hljóta 7,5, 7,0, 7,5, 7,5 og 7,0 gera 7,33 og Kristín Rut og Straumur hljóta 7,5, 7,5, 7,0, 7,5 og 7,5 gerir 7,50.
Og ef allt í topp standi þá megið þið feta af stað, hérna út að skamhliðinni. Það er glæsilegt. Bara eftir að taka þarna litabönd af honum Oliver sýnist mér. En þið fetið af stað, krakkar. Og í 5. sæti með 6,30 er Aron Einar Ólafsson og Eldur frá Lundi. Í 4. sæti er Eivör Sveinbjörnsdóttir og Skál frá Skör með 6,37. Í 3. sæti upp úr bíóslitum er Oliver Síren Mattíasson og Gróa frá Þjóðólfssaga 1 með 6,47. Og svo eru þær 2 eftir, Viktoría Huld Hannesdóttir og Steinar frá Stíghúsi og Kristín Rut Jónsdóttir og Straumur frá Hofstöðum Garðabæ. Það munar 0,03 á ykkur stelpur sem er nú mjög lítið. En í öðru sæti Viktoría Huld Hannesdóttir og Steinar frá Stíghúsi með 6,97 og Íslandsmeistari í fjórgangi barna er Kristín Rut Jónsdóttir og Straumur frá Hofstöðum Garðabæ með 7,0. Innilega til hamingju með þetta. Og þetta er annar Íslandsmeistaratitillinn hennar Kristínar á þessu móti. En hún er einn Íslandsmeistari í gæðingatölti. Og það var nú, Kristín var einn Íslandsmeistari á honum Straumi sínum þar. Og þannig er mættir Atli Már Ingólfsson formaður Sörla og Ólafur Gunnarsson frá LH og Katla Sif Snorradóttir frá framkvæmdanefndinni. Innilega til hamingju á gamla hlauptu nú til að taka mynd. Frábær árangur hjá ykkur og vel leyst eftir þetta leiðindar atvik, en við sendum henni Helgu Rún okkar bestu kveðjur. Svo ætlum við endilega að fá ykkur hérna meðfram áhorfendunum leiðinni út af. Þarna fara þau, Kristín Rut og Straumur hennar. Og þannig fara þeir Oliver og Gróa sem er nú held ég að Oliver og Gróa sé nú bara úrslita parið þetta mótið. Og svo Aron og Eldur. Innilega til hamingju enn og aftur og svo erum við að fara í 5 gang úlinga eftir augnablik. Og þar eru að koma Ísabella Helga og Lávarður, Elva Rún og Aris, Eik og Hrafntinna, Hásta Hólmfríður og Myrkvi, Dagur og Skuggasveinn og Ragnar Snær og Vigri. Já, áfram höldum við. Og förum í 5 gang úlinga.
Og þar kemur fyrst upp úr bíóslitunum Ísabella Helga Játvarsdóttir úr Herði, situr Lávarð frá Ekru 10 vetra brúnan, undan Kvisti frá Skagaströnd og Línu frá Bakkakoti og Ísabella Helga merkt með rauðu. Þá kemur Elva Rún Jónsdóttir úr Spretti, situr Aris frá Margrétarhofi 7 vetra brúnan, undan Brimni frá Efri Fitjum og Öld frá Akranesi og Elva Rún merkt með gulu. Þá kemur Eik Elvarsdóttir úr Geysi, situr Hrafntinnu frá Strandarhjáleigu 8 vetra brúna, undan Skýr frá Skálakoti og Rán frá Strandarhjáleigu og Eik merkt með grænu. Þá það Ásta Hólmfríður Ríkarsdóttir úr Spretti, situr Myrkva frá Traðalandi 15 vetra brúnan, undan Orra frá Þúfi í Landum og Lukku frá Traðalandi og Ásta Hólmfríður merkt með bláu. Þá kemur Dagur Sigurðarsson úr Geysi, situr Skuggasvein frá Þjóðólfssaga 1 14 vetra brúnan, undan Álfi frá Selfossi og Titlu frá Flekkudal og Dagur merktur með hvítu. Og lokum Ragnar Snær Viðarsson úr Fáki, situr Vigra frá Bæ 10 vetra Jarpan, undan Arjóni frá Eystra Fróðholti og Þrift frá Hólum og Ragnar merktur með svörtu eða ómerktur. Þú mátt halda áfram, Ísabella. Þú mátt kannski aðeins hægja á þér, Eik, áður svona, eða fara fram úr henni. Bílinn séu svona sæmileg svona í byrjun. Glæsilegt. Þetta smellur eins og flís við rass. En þá búið að loka vellinum og þið hefjið keppni og sýnið okkur tölt. Gjörið svo vel. Og þetta komið á tölti, þið megið hægja niður. Og þið ætlið aðeins að greiða úr ykkur hérna á horninu. Dagur, Ásta og Elva. Þið hinn ætlið að halda áfram á feti. Dagur, þú mátt alveg koma bara tilbaka. Þú Ásta líka. Og Elva, þú mátt bara hingra augnalok, leyfa Ragnari aðeins að stakka bíli á milli ykkar. Þarna Ásta mín, glæsilegt hjá þér. Dagur, já, aðna slapp til. Einkunnir fyrir tölt, Ísabella Helga og Lávarður, 6,0, 5,5, 6,0, 6,0 og 6,5, gera 6,0, Elva Rún og Aris, 7,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,5, gera 6,50, Eik og Hrafntinna, 7,0, 6,0, 6,5, 7,0 og 7,0, gera 6,83, Ásta Hólmfríður og Myrkvi, 6,0, 6,0, 7,0, 5,5 og 5,5, gera 5,83, Dagur og Skuggasveinn, 7,5, 7,0, 7,5, 7,5 og 7,5 gera 7,50 og Ragnar Snær og Vigri 4,5, 3,5, 3,5, 4,5 og 4,0 gera 4,0. Þá ætlum við næst að fá að sjá brokk hjá ykkur, gjörið svo vel.
Og þetta komið af brokki, þið megið hægja niður. Þið lagið bilinn og allt það, Dagur og Ásta, þannig að saman tvö þið ætli kannski aðeins að greiða úr ykkur. Það er hérna langlið fyrir aftan ykkur sem að bíður alveg ónotuð. Og þú ætla líklega aðeins að hingra, Ísabella mín. Þú getur bara svona damlaðir hérna á hringnum og leifta í að koma til þín og eik hinum megin og svo heldur þú bara áfram á Feti og Elvarún. Þú ætla líka að hingra. Og þarna Dagur minn að fara að snúa við. Bara svo að sé eftir á hreinu, það er ekki ástæða lausu sem ég er að laga þessi bil. Það er ekki bara til að vera þreytandi hérna í mikrofónin. Mér finnst það aðeins þarna hinum megin líka. En einkunnir fyrir Ísabellu og Lávarð eru 6,0, 6,0, 6,0, 5,5 og 6,0 gera 6,0. Elvarún og Aris hljótast 5,5, 6,5, 6,5, 6,0 og 5,0 gera 6,0. Eik og Hrafntinna 6,0, 5,5, 6,0, 6,0 og 6,5 gera 6,0. Ásta Hólmfríður og Myrkvi 7,5, 7,0, 7,0, 7,0 og 6,5 gera 7,0. Dagur og Skuggasveit 6,5, 7,5, 6,5 og 7,0 gera 6,83 og Ragnar Snær og Vigris 5,5, 5,0, 5,0, 5,0 og 5,0 gerir 5,0. Þá er Fet næsta atriði og þið eruð komin í dóm á Feti, gjörið svo vel. Og þið eru komin úr dómi á Feti, þannig að núna ætlum við að dreifa okkur á völlin og við ætlum að hjálpast að við það, krakkar. Ragnar hefur ákveðið að stíga af baki. Dagur hingraði augnablik hérna á horninu. Elva, far þú bara að snúa við þarna. Leifði henni svo aðeins að fara, Dagur, áður en þú heldur áfram að stað. Og þú hingrar örlítið þarna, Ásta mín. Svona, já. Haltu svo áfram, Ásta. Svona, já, þá er þetta orðið mjög gott. Einkunnir fyrir Fet. Ísabella Helga og Lávarður 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,0 gera 6,50. Elvarún og Aris 5,5, 5,0, 5,5, 5,5 og 6,0 gera 5,50. Við skulum gefa Ragnari Snæ og Vigra gott klapp. Eik og Hrafntinna 7,0, 6,5, 6,0, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Ásta Hólmfríður og Myrkvi 6,0, 5,0, 5,5, 6,0 og 5,5 gera 5,67. Haldið áfram á Feti.
Dagur og Skuggasveit 6,0, 6,0, 6,0, 6,0 og 6,0 gera 6,0 og Dag Ragnarsnær og Vigri 6,00, 6,00 og 6,0 gera 4,0. Þá ætlum við að fara í stökk næst, gjörið svo vel. Og þið megið hægja niður, þetta komið, takk fyrir. Og ég gerir ráð fyrir því að ég leggið hérna á langliðinni hér nær árvendum. Og þá safnist þið saman þarna í horninu sem hún Ísabella að lenda núna. Einhverjum fyrir stökk, Ísabella Helga og Lávarður 6,0, 6,0, 6,0, 6,0 og 6,0. Það gerir 6,0. Elva Rún og Aris 7,0, 6,5, 6,5, 6,0 og 6,5 gera 6,50. Eik og Hrafntinna 6,5, 7,0, 7,0, 7,5 og 7,0 gera 7,0. Ásta Hólmfríður og Myrkvi 6,5, 6,5, 6,5, 7,5 og 6,5 gera 6,50. Og Dagur og Skuggasveit 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 7,0 gera 6,50. Og þá ætlum við að fara í skeiðið. Ísabella, þú ert fyrst á blaði, gjörðu svo vel og Elva Rún að vera tilbúin. Og eins og staðan er núna þá leiða Dagur og Skuggasveit, þá koma Eik og Hrafntinna, þá Elva Rún og Aris, þá Ásta Hólmfríður og Myrkvi og þá Ísabella og Lávarður og Elva Rún, þú mátt fara að leggja á stað. Elva Rún, gjörðu svo vel og Eik að vera tilbúin. Og Eik, þú mátt að leggja á stað. Og Eik, gjörðu svo vel og Ásta Hólmfríður að vera tilbúin og þú mátt fara að leggja á stað. Ásta Hólmfríður, gjörðu svo vel og Dagur að vera tilbúin. Og Dagur, þú mátt fara að leggja af stað og Ísabella að vera tilbúin. Og þá höfum við lokið fyrstu umferðinni. Ísabella, gjörðu svo vel, þú mátt fara af stað og Elva Rún að vera tilbúin.
Þú mátt fara að leggja á stað, Elva Rún. Og Eik, gjör svo vel, þú mátt leggja á stað. Og Ásta Hálfríður hefur ákveðið að ég vil gefa völlum, við þökkum henni fyrir og gefum mér gott klapp og það gjörðu svo vel, Dagur. Þá höfum við lokið fyrir númer 2 og við förum í þá 3. Ísabella, gjörðu svo vel og Elva Rún að vera tilbúin. Og Elva Rún, gjörðu svo vel, mátt leggja á stað. Og Eik, gjörðu svo vel, þú mátt leggja á stað. Og þakka ykkur fyrir Ísabella Helga og Lávarður og Elva Rún og Aris. Eik, gjörðu svo vel og Dagur, þú mátt leggja á stað. Þakka ykkur fyrir Eik og Hrafntinna og Dagur, gjörðu svo vel. Þakka ykkur fyrir Dagur og Skuggasveinn og þar með lauk þessari skeiðsýningu og úrslitunum í 5 gangi úlingaflokki og nú farið þið til dómarana og þeir koma að hilsa upp á ykkur, við fáum einkunnir. Og svo förum við í smá hlé núna til 13:50 og þá förum við í slagtaumatölt í barnaflokki. Einkunnir fyrir Ísabellu Helgu og Lávarður 6,5, 7,0, 6,5, 7,0 og 7,0 gera 6,83. Elva Rún og Aris hljóta 6,0 á línuna hjá öllum 5 dómurunum. Eik og Hrafntinna hljóta 5,0, 3,5, 6,0, 5,5 og 5,0 gera 5,17 og Dagur og Skuggasveinn 6,5, 6,0, 7,0, 6,5 og 7,0 gera 6,67. Og þá liggur þetta fyrir.
Ef að Ragnar Snær og Ásta Hólmfríður er á svæðinu, þá eiga þau hér Ragnar Snær fær verðlaun fyrir 7. sætið. Ragnar Snær Viðarsson og Vigri frá Bæ og Ásta Hólmfríður Ríkharðsdóttir og Myrkus á Traðalandi hljóta 5. verðlaun. Í 4. sæti er Elva Rún Jónsdóttir og Aris frá Margrétarhofi með 6,14. Í 3. sæti er Eik Elvarsdóttir og Hrafntinna frá Strandarhjáleigu með 6,21. Í öðru sæti upp úr B-úrslitum er Ísabella Helga Játvarsdóttir og Lávarður frá Ekru með 6,31 og Íslandsmeistari í 5 gangi úrlinga er Dagur Sigurðarsson og Skuggasveit frá Þjóðólfssaga 1 með 6,81. Innilega til hamingju. Og þetta er annar titillinn hans dags í dag. Hann varð Íslandsmeistari í 100 metra skeiði hérna í morgun. Innilega til hamingju með þetta, Dagur, og þið öll. Og eins og ég sagði, þá er núna smá hlé til 13:50, þá fyrir við í slagtaumatölt í barnaflokki. Þarna kemur Ásta. Og svo fáum við ykkur kannski hérna meðfram Áhorfendabrekkunni út af vellinum. Þarna fara þeir Íslandsmeistararnir Dagur og Skuggasveit, Ísabella Helga og Lávarður, Eik og Hrafntinna og Elva Rún og Aris. Innilega til hamingju með þetta öll sömul. Og nú gerum við stutt hlé til 13:50. Það nota allar 5 sem. Já, þá er hún. Já, efst á næsta koma bara inn í meðaltali. Já, ok. Þannig að hún hefur verið með þá háan þessu.
Hjördís, það þú ekki sýtt þetta? Þú ekki sýtt? Gamli! Nei, ég hætti það. Jú, við. Hjördís, Hjördís, Hjördís. Hei! Testi. Þetta er byggt á það.
Þá förum við að fara í slagtumatölt í barnaflokki. Þar eiga að vera komin inn á uppbytunarvöllin Aron Dýr Guðmundsson, Hrafnar Freyr Leósson, Kristín Rut Jónsdóttir, Eva Dögg Mógard Ólafsdóttir, Hilmir Páll Hannesson og Oliver Síren Mattíasson. Og þá að koma að þessu og við fáum þessa knáu knapa í braut. Við ætlum fyrst að fá hana Aron Dýr Guðmundsson úr Geysi og Hall frá Naustum, 10 vetra brúnan, undan Barða frá Laugabökkum og Snörp frá Naustum og Aron merktur með rauðu. Og ég ætla að biðja ykkur að ríða upp á þá hönd þá sem þið ætlið að byrja. Hrafnar Freyr Leósson kemur næstur, hann fáksfélagi, setur Tind frá Álfhólum, 14 vetra rauð stjörnótt Glófextan, hann undan konserti frá Korpu og Tundru frá Álfhólum og Hrafnar merktur með gulu. Og passa bilin krakkar strax í byrjun. Kristín Rut Jónsdóttir kemur næst, hún kemur úr Spretti, setur Róða frá Margrétarhofi, 17 vetra rauð nösótt Glófextan, undan Tjörfa frá Sunnukóli og Hrefnu frá Austuvassholti 1 og Kristín merkt með grænu. Þá kemur Eva Dögg Mógard Ólafsdóttir úr Geysi, setur Sólbirtu frá Miðkoti, 9 vetra moldótt stjörnótta, undan Fálka og Sóldísi og þau eru bæði frá Miðkoti og Eva Dögg merkt með bláu. Þá kemur Hilmir Páll Hannesson úr Spretti, setur Þoku frá Hamarsey, 14 vetra bleikálotta, undan Herjólfi frá Ragnheiðarstöðum og Þrumu frá Hólshúsum og Hilmir merktur með hvítu. Og að lokum það Oliver Síren Mattíasson úr Fáki, setur Herjan frá Eylandi, 13 vetra brúnan, undan Vilmundi frá Feti og Hnátu frá Hábæ og Oliver merktur með svörtu eða ómerktur. Haltu áfram, Hrafnar. Þú fær þá bara fram úr, Kristín. Og þá búið að loka vellinum og við hefjum þessi úrslit á tölti á frjálsum hraða, gjörið svo vel.
Og þetta komið af tölti á frjálsri ferð, þannig að nú hægið þið niður og strákar þið þarna hinum megin, Oliver og Aron, þið lægið bílinn og þú líka Hrafnar mátt koma tilbaka, Kristín heldur áfram og Hilmir hingrar og Eva hingrar, þú snýr við Hrafnar. Og svo áfram á feti, Eva og Hilmir. Einkunnir fyrir tölt á frjálsri ferð Aron og Hallur hljóta 6,0, 6,5, 6,0, 6,0 og 6,5, gera 6,17. Hrafnar Freyr og Tindur hljóta 6,0, 5,5, 6,0, 6,0 og 6,0, gera 6,0. Kristín Rut og Roði hljóta 7,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,5, gera 6,50. Eva Dögg og Sólbirta 6,5, 6,5, 6,5, 7,0 og 7,0, gera 6,67. Hilmir Páll og Þoka hljóta 6,5, 7,0, 6,5, 7,0 og 7,5, gera 7,83. Og Oliver og Herjan hljóta 7,0, 7,0, 7,0, 7,0 og 7,5, gera 7,0. Þá ætlið þið að sýna okkur hægt tölt, gjörið þið svo vel. Og þetta komið, þið megið hægja niður. Þið hægja niður og nú snúið þið við og þið lægið bílinn þarna strákar hinum megin. Og það já þér Oliver minn, svona já, og þú fara að snúa við Hilmir. Þá er þetta bara stórgott. Svo klukkan 14:10 fyrir við slagtumatöld í úlingaflokki, 14:30 svo T3 í barnaflokki og svo endur við daginn á T1 í úlingaflokki. En einkunnir fyrir hægt töld Aron og Hallur hafa hlotið 6,0, 6,5, 6,0, 6,0 og 6,0, gera 6,0. Hrafnar Freyr og Tindur 6,0, 6,0, 6,0, 6,0 og 5,5, gera 6,0. Kristín Rut og Roði 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,0, gera 6,50. Eva Dögg og Sólbirta 6,5, 6,0, 6,5, 6,5 og 6,5, gera 6,5. Hilmir Páll og Þoka 6,5, 7,0, 6,5, 7,0 og 6,5, gera 6,67. Og Oliver og Herjan 6,5 hjá öllum 5 dómurunum, gerir 6,50. Og þá ætlið þið að sýna okkur tölt með slakan taum, gjörið svo vel.
Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hæja niður. Og þið safnist saman hjá dómurunum þar sem þeir koma að hilsa upp á ykkur. Einkunnir fyrir tölt með slakan taum, Aron og Hallur hljóta 5,5, 6,5, 6,0, 6,0 og 6,0 gera 6,0, Hrafnar Freyr og Tindur hljóta 6,5, 5,5, 6,0, 6,0 og 6,5 gera 6,17, Kristín Rut og Roði hljóta 7,0, 7,0, 6,5, 7,0 og 7,0 gera 7,0, Eva Dögg og Sólbirta hljóta 7,0, 7,5, 6,5, 7,0 og 7,0 gerir einnig 7,0 og Hilmir Páll og Þoka hljóta 7,0, 7,5, 6,5, 7,0 og 7,0 gerir 7,0 og Oliver og Herjan hljóta 7,5, 7,0, 7,0, 7,5 og 7,5 gera 7,33. Allt í toppstandi, en það átti ég ekki von á öðru, þannig að þið fetið núna í áttina hér að skamliðinni. Og þeir eru mættir þarna sem fyrr, Atli Már Ingólfsson formaður Sörla og Ólafur Gunnarsson frá LH og þeim til aðstoðar Katla Sif Snorradóttir úr framkvæmdanefnd Íslandsmóts, en í 7. sæti Aron Dýra Guðmundsson og Hallur frá Naustu með 6,04. Í 5. sæti Hrafnar Freyr Leósson og Tindur frá Álfhólu með 6,08. Í 4. sæti Kristín Rut Jónsdóttir og Roði frá Margrétarhofi með 6,75. Í 3. sæti Eva Dögg Mókart Ólafsdóttir og Sólbirta frá Miðkoti með 6,79. Í 2. sæti með 6,88 Hilmir Páll Hannesson og Þoka frá Hamarsey og sigurvegarinn og Íslandsmeistari í slagtumatölti í barnaflokki 2025 Oliver Síren Mattíasson og Herjan frá Eylandi með 7,04. Og við klöppum fyrir því. Innilega til hamingju. Innilega til hamingju með þetta. Já, innilega til hamingju og svo fáum við ykkur hérna með fram á úrvendunum. Og þarna fara þeir félagarnir Oliver og Herjan. Hilmir Páll og Þoka, Eva Dögg og Sólbirta, Kristín Rut og Roði, Hrafnar Freyr og Tindur og Aron og Hallur. Innilega til hamingju. Já, svona gerir maður þetta. Þetta ekkert flókið.
Og þú mátt fara eitt hring í viðbót ef þú vilt. Ólafur minn, þú mátt alveg eiga sviðið og þið öll. Það er alveg nægur tími í næstu úrslit. Komiði með. Ha. Njóta augnabliksins, held ég nú. Ha. Þetta er vitlaus gangtegund, Kristín. Þú ert í tölti. Gamli vill bara vera með þarna, hann vill bara vera hjá honum, herjanni, frábært, yrðilega til hamingju, þeir eru æðisleg. Og við förum í næstu úrslit klukkan 14:10 og það er úlingarnir slagtumatöld. Og það er svo mikið sem Erla Rán, Dagur Sigurðarsson, Hrefna Kristín, Lilja Rún, Gabriel Elendar og Elisabeth Líf.
Þá er komið að þessu, við fáum fyrsta knapa í braut í slagtumatöld í úlingaflokki, Erla Rán Róbertsdóttir, Sörlafélagi, situr Gletting frá Skipaskaga, 8 vetra brúnan undan Meitli frá Skipaskaga og Glettu frá sama stað og Erla er merkt með rauðu, vann B-úrslitin í gær. Þá kemur Dagur Sigurðarsson úr Geysi, situr Glæsi frá Akranesi, 10 vetra bleika á lottan undan Aski frá Akranesi og Lukku frá Efraskarði og Dagur er merktur með gulu. Þá kemur Hrefna Kristín Ómarsdóttir úr Borgfirðingi, situr Dynjanda frá Álfhólum, 6 vetra brúnan undan Eldhuga frá Álfhólum og Dagrúnu frá Álfhólum og Hrefna er merkt með grænu. Passa bilinn strax í byrjun, krakkar. Lilja Rún Sigurjónsdóttir kemur næst, kemur úr Fáki, situr Storm frá Kampi, 11 vetra brúnan undan Aðli frá Nýjabæ og Selmu frá Kampi og Lilja er merkt með bláu. Þá kemur Gabriel Liljedal Friðfinnsson einn úr Fáki, situr Feld frá Höfðaborg, 8 vetra brúnan undan Sveini Hervari frá Þúfi í Landeyjum og Heklu frá Hólshúsum og Gabriel er merktur með hvítu. Hægðu aðeins á þér, Erla. Og lokum Elisabeth Líf Sigvaldadóttir úr Geysi, situr Öskju frá Garðabæ, 11 vetra móulotta undan Bikari frá Syðri Reykjum og Grítu frá Garðabæ og Elisabeth er merkt með svörtu eða ómerkt. Og þá er búið að loka vellinum, bílin eru bara allt í góðu og þið hefjið keppni á frjálsri ferð á tölti. Gjörið svo vel. Og þetta er komið, þið megið hægja niður. Hægja niður og svo lagið þið bilinn, dundið ykkur við það á menn ég les upp einkunnir. Þú mátt hingra aðeins, Elisabeth, leifunum Gabriel að fara aðeins lengra frá þér. Og þú mátt líka hingra aðeins, Dagur. Þú mátt fara áfram á feti, Erla, og þú að snúa við, Lilja. Svona, þá er þetta miklu betra. En við fáum einkunnir. Erla Rán og Glettingur hljóta 7,0, 6,5, 6,5, 7,0 og 7,0 gera 6,83. Dagur og Glæsir 6,5, 6,5, 6,5, 7,0 og 7,0 gera 6,67. Hrefna Kristín og Dynjandi 7,5, 7,5, 6,5, 7,0 og 7,5 gera 7,33. Lilja Rún og Stormur 7,0, 7,0, 7,0, 7,0 og 7,5 gera 7,0. Gabriel og Feldur 7,0, 7,0, 6,5, 7,0 og 6,5 gera 6,83. Og Elisabeth og Askja 7,0, 7,0, 7,0, 7,5 og 7,5 gera 7,17. Þá ætlum við næst að fá að sjá hægt tölt hjá ykkur, gjörið svo vel.
Og þetta komið af hægu tölti. Þið hægið niður og snúið við og lagið bilinn. Þú mátt alveg hingra aðeins, Hrefna. Leifunni aðeins að fara frá þér og Dagur þú líka og Elisabeth, ef þið stoppið aðeins að þá lagast, haltu áfram Lilja mín, svona já, þarna og svo máttu fara á stað núna, Hrefna. En einkunnir fyrir hægt tölt, Erla, Rán og Glettingur, það 6,5 á línuna hjá öllum 5 dómurunum, gerir 6,50, Dagur og Glæsir hljóta einnig 6,5 á línuna, Hrefna, Kristín og Dynjandi 6,5, 7,0, 6,5, 6,5 og 6,5 gerir einnig 6,50, Lilja, Rún og Stormur 7,0, 7,5, 7,0, 7,0 og 7,0 gerir 7,0, Gabriel og Feldur 6,5, 7,0, 6,5, 6,5 og 7,0 gera 6,67 og Elisabeth og Askja 7,0, 7,5, 7,0, 7,5 og 7,0 gera 7,17. Þá ætlið þið að sýna okkur tölt með slakan taum, gjörið svo vel. Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og við förum svo í næstu úrslit klukkan 14:30, það T3 í barnaflokki. Og svo endum við daginn á T1 í úlingaflokki. Og þá það einkunnir fyrir Erlu og Gletting, það 7,0 á línuna hjá öllum 5 dómurum. Dagur og Glæsir hljóta einnig 7,0 á línuna hjá öllum 5 dómurunum. Hrefna, Kristín og Dynjandi hljóta 6,5, 7,0, 6,0, 6,5 og 6,5, gerir 6,50. Lilja, Rún og Stormur hljóta 7,0, 7,0, 7,0, 7,5 og 7,5 gera 7,17 og Gabriel og Feldur hljóta 6,0, 5,5, 6,0, 6,5 og 6,5 gerir 6,17. Elisabeth, Líf og Askja 7,0, 6,5, 7,0, 7,5 og 7,0 gerir 7,0.
Jæja, þá liggur þetta fyrir svona mestuleiti. Við skulum bara byrja þetta. Í 7. sæti Gabriel Leylandal Friðfinnsson og Feldur frá Höfðaborg með 6,46. Í 5. sæti Hrefna Kristín Ómarsdóttir og Dynjandi frá Álfhólum með 6,71. Í 4. sæti með 6,79 Dagur Sigurðarson og Glæsir frá Akranesi. Í 3. sæti Erla Rán Róbertsdóttir og Glettingur frá Skipaskaga með 6,83 og nú vandast málið. Augnablik. Já, það nefnilega þannig að þið eru jafnar í 1. til 2. sæti. Báðar með 7,08. Og nú ég búin að hafa samband við yfirdómara, ég búin að fá sætaröðun hjá dómurum, þannig að við ætlum að fara í sætaröðun fyrir Elsabetu og Ösku. Það 1. sæti, 2. sæti, 1. sæti, 1. sæti, 2. sæti og formsins vegna fyrir Lilju Rún. 2. sæti, 1. sæti, 2. sæti, 2. sæti, 1. sæti. Þannig að Lilja Rún hlýtur önnur verðlaun og Íslandsmeistari í slagtaumatölti eftir sætaröðun dómara. Jafnara getur það ekki verið, Elísabet Líf Sigvaldardóttir og Askja frá Garðabæ. Í 2. sæti Lilja Rún Sigurjónsdóttir og Stormur frá Kambi. Glæsilegt hjá ykkur. Og þeir eru mættir þarna Atli Már, formaður Sörla og Ólafur Gunnarsson frá LH og þeim til aðstoðar Katla Sif Snorradóttir, framkvæmdastjóri Íslandsmóts. Og núna eftir 6 mínútur eða svo förum við í T3 í barnaflokki og þar eiga koma Valdís Mist, Hilmir Páll, Sigríður Elva, Eivör Sveinbjörnsdóttir, Viktoría Huld og Kristín Rutt. Og þarna ætlaði að koma Íslandsmeistararnir í slagtaumatölti, Elísabet Líf og Askja frá Garðabæ, Lilja Rún og Stormur frá Kambi, Erla Rán og Glettingur frá Skipaskaga, Dagur Sigurðarson og Glæsir frá Akranesi, Hrefna Kristín Dynjandi frá Álfhólum og Gabriel Leylandal og Feldur frá Höfðaborg. Glæsilegt hjá ykkur. Já, kannski fer þá bara annar hring, Elísabet mín, ef þú nærðinni niður hana. Já, þú haltu áfram, stelpa. Svona, já, komdu. Komdu ekki feiminn. Svona á sér og allt góðu, en það er skítrönd.
Já, þarna hún á fet, það er fínt að líka bara vera á feti, þetta er aðeins. Þarna kom það, hún náði annað myndinni af þér. En það er núna bara 3 mínútur í það að við fáum krakkana í T3 í barnaflokki í braut. Ég ætla að biðja dómara, ritara um að endurræsa iPadinn. Já, það er aðeins verið að endurráða litaböndum út á uppbytunarvelli því að við fengum þær gleði fréttir að Helga Rún Sigurðardóttir ætlar að mæta hér í úrslitin. Þrátt fyrir óhapp hér í fjórgangsúrslitunum áðan. Þannig að við erum bara að bíða eftir því að fá merki það að allt sé klárt þann út á uppbytunarvelli og að þau megir í því braut. Ef allt er klárt þá megið þið ríða í braut. Fyrst ætlar að koma Helga Rún Sigurðardóttir, sigurvegari B-úrslitana. Hún keppir fyrir Fák, situr drottningu frá Íbishóli, 14 vetra rauða, undan Óskasteini frá Íbishóli og Fegurðardís frá sama stað. Og Helga er merkt með rauðu. Þá kemur Valdís Mist Eyjólfsdóttir úr Fáki, situr hnotu frá Þingnesi, 8 vetra jarpa. Undan Arjóni frá Eystra Fróðholti og Spá frá Þingnesi og Valdísi merkt með gulu. Þú velkomin Helga Rún, gott að sjá þig. Þá kemur Hilmir Páll Hannesson úr Spretti, situr þoku frá Hamarsi, 14 vetra bleikólotta, undan Herjólfi frá Ragnheiðarstöðum og Þrumu frá Hólshúsum og Hilmir er merktur með grænu. Þá
Þá kemur Sigríður Elva Elvarsdóttir úr Skagfirðingi, situr Muna frá Syðra Skörðugili, 12 vetra brúnan undan konserti frá Korpu og Mön frá Lækjamóti og Sigríður merkt með bláu. Þá kemur Eivör Sveinbjörnsdóttir úr Spretti, situr Skál frá Skör, 13 vetra brúna undan Ramma frá Búlandi og Vár frá Skjálk og Eivör merkt með hvítu. Þá kemur Viktoría Huld Hannesdóttir úr Geysi, situr Steinar frá Stíghúsi, 11 vetra rauð blesóta, Nuddleikstaða sokka undan Hrannari frá Flugumýri 2 og Álöfu frá Ketilstöðum og Viktoría merkt með svörtu eða ómerkt. Og lokum Kristín Rut Jónsdóttir úr Spretti, situr Straum frá Hofstöðum, Garðabæ, 14 vetra Jarpan undan Smára frá Skagaströnd og Brungu frá Varmadal og Kristín merkt með bleiku. Og þá búið að loka vellinum og við hefjum þessi úrslit á hægu tölti, gjörið svo vel. Og þið megið hægja niður, þetta komið. Komið og þið frængur kannski aðeins greiðið þarna á milli ykkar bilið. Þú mátt alltaf örlítið áfram Kristín ára snúa við svona eins og miður í skamhlið og svo snúið þið öll við. Allir að snúa við. Helga ekki lengra. Allir að snúa við og svo höldum við áfram á feti. Þetta tölt í boði Auðsholtshjáleigu og við vantar bara tölur frá þriðadómara. Helga Nagli Sigurðardóttir, Helga Rún Sigurðardóttir og drottning frá Íbishóli fljóta 6,5, 7,0, 6,5, 7,0 og 7,0 gera 6,83. Valdís Mist og Hnota hljóta 6,5, 6,0, 7,0, 6,0 og 7,0 gera 6,5. Hilmir Páll og Þoka hljóta 6,5, 6,5, 6,5, 7,0, 7,0. Haltu áfram Helga mín, nú eru þau komin svo mikið á eftir þér. Nú þarf þetta aðeins að halda áfram. Sigríður Elva og Muni hljóta 6,5, 6,5 á línuna hjá öllum 5 dómurum gerir 6,50. Eivör og Skál hljóta 7,0, 7,0, 6,5, 6,5 og 7,0 gera 6,83. Viktoría Huld og Steinar hljóta 7,0, 7,0, 7,5, 6,5 og 6,5 gera 6,83. Þú voru að halda áfram Helga mín aðeins betur. Og Kristín Rut og Straumur 7,0, 7,0, 7,0, 7,0 og 7,5 gera 7,0. Og þá ætlum við að sjá tölt með hraðabreytingum upp á vinstri hönd, gjörið svo vel.
Og þetta komið. Þið megi hæja niður. Nú ætlið þið kannski aðeins að laga bílinn hérna í horninu, Sigríður, ef þú kemur bara aðeins tilbaka. Hilmir, þú hingrar bara örlítið þarna. Og þú líka, Helga, og þú, Kristín, haltu bara svona aðeins áfram, Hilmir, haltu aðeins áfram. Sigríður kemur tilbaka. Mátt koma aðeins og taka 1 baug í viðbót. Þá ég orðin sátt. Vona, já. Og svo að þú áfram, þetta ekki Eivör þarna, jú. Og Valdís, þú mátt taka 1 baug eða hingra örlítið. Einkunnir fyrir tölt með hraðabreytingum. Helga Rún og Drottning hljóta 6,0, 6,0, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,33. Valdís og Hnota hljóta 6,5, 6,0, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Hilmir Páll og Þoka hljóta 6,0, 6,5, 6,0, 6,5 og 6,5 gera 6,33. Sigríður Elva og Muni hljóta 5,5, 6,0, 6,0, 6,5 og 5,5 gera 5,83. Eivör og Skál hljóta 6,5, 6,5, 6,0, 7,0 og 7,0 gera 6,67. Viktoría Huld og Steinar hljóta 7,0 á línuna hjá öllum 5 dómurum gerir 7,0. Kristín Rut og Straumur hljóta 7,0, 7,5, 7,0, 6,5 og 7,0 gerir einnig 7,0. Þá ætlum við að fara í greitt tölt. Gjörið þið svo vel. Og þetta komið, takk fyrir, kærlega mikið, rosalega eru þið flott, sem og allur barnaflokkurinn á þessu móti. Þið eruð svo dásamleg. Þá eru komnar einkunnir og þið ætlið að fara til dómarana og heilsa upp á þá. Og klukkan 3 förum við í T1 í úlingaflokki, en einkunnir fyrir Helgu Rún og Drottningu, það er 7,0, 7,0, 7,0 og 7,5 gera 7,0. Valdís Mist og Hnota 7,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 7,0 gera 6,67. Hilmir Páll og Þoka 7,0, 7,0, 6,0, 7,0 og 6,5 gera 6,83. Sigríður Elva og Muni 6,5, 6,5, 6, afsakið, til að byrja aftur. Sigríður Elva og Muni 7,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,0 gera 6,50. Eivör og Skál 7,0, 7,0, 6,0, 7,0 og 7,0 gera 7,0. Viktoría Huld og Steinar 7,5, 7,0, 7,0, 7,5 og 7,0 gera 7,17 og Kristín Rut og Straumur 7,5, 7,5, 7,0, 7,0 og 7,5 gera 7,33. Og þá liggja úrslit fyrir. Það vantar bara að taka litaböndin af henni Helgu, sýnist mér. Það þarf að varpa hlutkesti. Og þá liggur þetta fyrir í 7. sæti ef þið byrja að feta ykkur hér í áttina
að skamhliðinni. Í 7. sæti Sigríður Elva Elvarsdóttir og Muni frá Syðra Skörðugili með 6,28. Þau eru jöfn í 5. til 7. sæti, Valdís Mist Eyjólfsdóttir og Hnota frá Þingnesi og Hilmir Páll Hannesson og Þoka frá Hamarsey með 6,56. Því hingrið þarna, hann Steindór að reyna að elda ykkur og fá ykkur saman þarna, Hilmir og Valdís. Og ykkar sem að tapar hlutkestinum kemur fyrr inn til verðlaunaafhendingar. Og þá það, sýnist að vera hún Valdís Mist Eyjólfsdóttir og Hnota frá Þingnesi sem að fær 7. verðlaun, Hilmir Páll Hannesson og Þoka frá Hamarsey hljóta 5. verðlaun, þau eru bæði með 6,56. Í 4. sæti upp úr B-úrslitum Helga Rún Sigurðardóttir og drottning frá Íbishóli með 6,72. Í 3. sæti Eivör Sveinbjörnsdóttir og Skál frá Skör með 6,83. Og öðru sæti með 7,0 Viktoría Huld Hannesdóttir og Steinar frá Stíghúsi og Íslandsmeistari í tölti. 2025 Kristín Rut Jónsdóttir og Straumur frá Hofstöðum Garðabæ með 7,11. Innilega til hamingju. Má segja það að Kristín Rut kveðji barnaflokkin með stæl. Þetta hennar síðasta Íslandsmót í barnaflokki. Hún ætlar að fer upp í úlingaflokki núna á næsta ári. Og þeir eru mættir félagarnir Atli Már, formaður Sörla og Ólafur Gunnarsson frá LH. Þarna fer bikarinn á loft, innilega til hamingju. Innilega til hamingju með þetta og við eftir að veita enn verðlaun í þessum flokki. Hvað ertu með það? Já, það stigahæsti knapinn á þessu Íslandsmóti í barnaflokki. Stigahæsti knapinn í barnaflokki 2025 Kristín Rut Jónsdóttir. Þetta þriðji Íslandsmeistaratitillinn hennar Kristínar á þessu móti og hann Straumur, hann nú óskup rólegur yfir þessu öllu saman. Þarna fara þau. Innilega til hamingju með þetta Kristín og Straumur og svo koma þau Viktoría Huld og Steinar. Eivör og Skál, Helga Rún og drottning, Hilmir Páll og Þoka, Valdís Mist og Hnota og Sigríður Elva, já hún fór hérna leiðina.
Innilega til hamingju. Og svo klukkan 3 ætlum við að fara í 12T1 í úlingaflokki og það eru síðustu úrslitin á þessu móti. Næsta ári, já. Svo getur alltaf komið þegar hann
Þá eru rétt rúm 1,5 mínúta í það við fáum úlingana í braut og þau eru öll mættin á uppbytunarvellin. Þetta er Álfheiður Þóra, Apríl Björk, Elísabet Líf, Elímar, Elva Rún og Lilja Rún. Nú það er þannig að svona mót er ekki haldið nema með góðum styrktaraðilum á bak við okkur og það er Blue Lagoon, Lífland og Horstey sem að eru þar í fremstir í flokki á meðal jafningja. En annars er þetta auðsólt sjálflega horsexport.is, Frosti Þ H 229, Skáney, Sportfákar, Góa, Æsfis, Æsland, Hestvit og Hrísdalshestar og Bláa Lónið gefur öllum sigurvegurum gjafabréf með sér heim, þannig að það ætti að vera hægt að fara að slaka á þar svona þegar að loftgæðin kannski lagast og óróin minnkar. Og mögulegt að segja samt til með þetta blessuðu náttúru okkar hérna í kringum okkur. Og dómarar hér í dag í íþróttahlutanum eru Ólafur Árnason, Snorri Ólason, Pí Vandersson, Ketill Valdimar Björnsson, Þórir Örn Gretarsson og Steindór Guðmundsson er yfirdómari og sjálf heiti ég Elísabet Sveinsdóttir. Og ég ætla að biðja áhorfendur að þegar að þeir standa upp eftir að þessum úrslitum lýkur að þeir sem að sitja þannig í stólum sem eru teknir innan úr salabeðnum að fara með þá inn aftur. Vinsamleg tilmæli frá mótstjórn. Og nú fer að líða að þessu, ég sé að Sæmi Hliðvörður er tilbúinn að taka á móti þeim úlingunum. Og við fáum fyrsta í braut Álfheiði Þóru Ágústsdóttur úr Jökli. Hún situr Óskamey frá Íbishóli, 7 vetra jarpa undan Óskasteini frá Íbishóli og Seilu frá Efra Langholti og Álfheiður er merkt með rauðu. Þá kemur Apríl Björk Þórisdóttir úr Spretti. Hún situr Lilju frá Kvistum, 12 vetra jarp stjörnótta undan Jarli frá Árbæjarhjáleigu 2 og Lúku 2 frá Kvistum. Þá fáum við hann Elísabetu Líf Sigvaldardóttur úr Geysi og Fenri frá Kvistum, 10 vetra Moldóttan undan Gaumi frá Auðsholt Sjálaugu og Frigg frá Heiði og Elísabeti merkt með grænu. Þá kemur Elímar Elvarsson úr Geysi, situr Sölku frá Hólateigi, 7 vetra grá skjótta undan Ljósólu frá Syðri Gegnishólum og Vordísi frá Hólateigi og Elímar er merktur með bláu. Þá kemur Elva Rún Jónsdóttir úr Spretti, situr Góða frá Garðabæ, 9 vetra jarpan undan Straumi frá Feti og Hnotu frá Garðabæ og Elva Rún er merkt með svörtu eða ómerkt. Hvítu afsakið, Elva Rún er merkt með hvítu. Og lokum er það Lilja Rún Sigurjónsdóttir úr Fáki, situr Sigð frá Syðri Gegnishólum, 10 vetra bleik blesótta undan Konserti frá Hofi og Álfastjörnu frá Syðri Gegnishólum og Lilja Rún er merkt með svörtu eða ómerkt. Þú mátt hægja aðeins á þér, Álfheiður Þóra, þannig að bilin séu bara góð frá byrjun. Og þegar að Lilja Rún er komin inn hliðið, þá setur þú af stað aftur, þá eru bilin bara svona nokkuð góð. Þá er búið að loka vellinum og við erum tilbúin að hefja þessi úrslit upp á vinstri hönd. Hægt tölt, gjörið svo vel.
Og þetta komið upp á vinstri hönd. Þannig ég ætla að biðja þig, Lilja, að halda aðeins áfram áður en að þú snýr við og Álfheiður þú með henni. Og þú ætlar að snúa við núna, Elisabeth og Elimar, og þú kannski hingrar þá aðeins, Apríl. Þú mátt snúa við núna, Álfheiður. Og Lilja Rún. Þá allir komnir upp á hægri hönd og þá fáum við hægt tölt, hægri hönd, gjörið svo vel. Og þetta komið af hægu tölti. Nú snúið þið við aftur og við fáum einkunnir og þessi grein í boði sportfáka. Svo haldið áfram að feta upp á vinstri hönd. Álfheiður Þóra og Óskar Mey hljóta fyrir hægt tölt 6,5, 7,0, 7,0, 7,0 og 7,0 gera 7,0. Apríl Björk og Lilja hljóta 7,0, 7,0, 7,5, 7,0 og 7,0 gera 7,0. Elisabeth Líf og Fenrir hljóta 7,0, 7,5, 7,0, 7,0 og 7,5 gera 7,70. 17 afsakið 7,17. Elimar og Salka 7,5 hjá öllum 5 dómurunum gerir 7,5, Elvar Rún og Goði 7,5, 8,0, 7,5, 7,5, 7,5 gera 7,50 og Lilja Rún og Sigð 7,0, 7,0, 7,0, 7,5 og 7,5 gera 7,17. Þá ætlum við að fara í tölt með hraðabreytingum upp á vinstri hönd, gjörið svo vel.
og þetta komið upp á vinstri hönd. Þannig að nú hægið þið niður og þið snúið þarna við. Elisabeth heldur þarna aðeins áfram, þá bara heldur aðeins betur áfram bara í áttina að blómapottinum áður en þú snýrð við. Svo fáum við mínútu pásu. Þú heldur áfram á feti, Álfheiður. Tíminn fer í gang, mínúta. Elisabeth snýr við. Og svo leyfum við hrossunum aðeins að ná andanum. Skulum gefa þeim bara tíma til að feta aðeins áfram, aðeins að ná andanum. Svo fáum við að vita núna þegar það er komin tími til að fara að setja í gang. Skulum bara leyfa þeim að feta. Þetta er mikil reið, mikil átök. Og núna eru 10 sekúndur í það þið farið af stað aftur. Þannig að 4, 3, 2, 1, tölt með hraðabreytingum upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Og þetta er komið, takk fyrir, þið með hægja niður. Já, það þarf að laga hlíf, er ég búin að fá upplýsingar þannig að þið komdu bara lengra, Elimar, komið upp á vinstri hönd og fyrir að feta. Þannig að koma þarna að laga hlíf hjá Elfu og Goða. Snúa svo allir upp á vinstri hönd. Það er bingo. Og þá höldum við áfram á feti og við fáum einkunnir. Fyrir tölt með hraðabreytingum hljóta Álfheiður Þóra og Óskamey 6,0, 7,0, 6,5, 7,0 og 7,0 gera 6,83. Apríl Björk og Lilja hljóta 6,5, 7,0, 7,0, 6,5 og 7,0 gera 6,83. Elisabeth Líf og Fenrir 5,5, 6,0, 6,5, 7,0 og 6,0 gera 6,17. Elimar og Salka hljóta 7,0, 6,5, 7,0, 7,5 og 7,0 gera 7,0. Elva Rún og Goði hljóta 7,5, 8,0, 8,0, 7,5 og 7,5 gera 7,67. Lilja Rún og Sigð hljóta 6,0, 6,0, 7,0, 7,0 og 7,0 gera 6,67. Þá ætlum við að fara í greitt tölt upp á vinstri hönd, gjörið svo vel.
Og þetta komið upp á vinstri hönd. Þið hægið niður og snúið við og þá fáum við 2 mínútur í pásu. Hvað segja áhorfendur þetta? Er þetta ekki bara nokkuð gott eða? Allir að snúa við upp á hægri hönd. Og staðan eins og hún núna eftir 2 atriði, þá leiða Elvar Rún of Goði, þá koma Elimar og Salka, þá Álfheiður Þór og Óskamey, Apríl Björg og Lilja Rún og Sigð, þær eru allar jafnar í 3. til 5. sæti og svo Elisabeth og Fenrir. Skulum bara leyfa, það alveg 1,5 mínútu eftir, þannig að þið skulum bara leyfa þeim að feta. Nú skulum við bara gefa þeim smá pásu í því að leyfa þeim að feta. Það alveg mínúta eftir, það tæp. Og ég byrja þig Apríl að halda betur áfram, þetta aðeins farið að þéttast hérna fyrir aftan þig. Og hún ætlar að laga aftur hlíf, það tími til þess. Ég verð að biðja þig að halda áfram. Og nú getið þið farið að stilla ykkur af. Þetta allt að koma. 3, 2, 1, greitt höld, hægri hönd, gjörið þið svo vel. Þetta komið, segi ég og skrifa. Takk ykkur fyrir, þið megið hægja niður. Þið safnist saman hjá dómurunum, þar sem þeir heilsa upp á ykkur í síðasta sinn á þessu móti. Búið að vera frábært að fylgja ykkur og vera með ykkur hér á þessu móti, kæru unglingar sem og börnin. En greitt höld, engunir, Álfheiður Þór og Óskamey. 7,0, 7,0, 7,0, 7,0 og 7,0 gera 7,0. Apríl Björg og Lilja, 6,5, 7,5, 7,5, 7,0 og 7,5 gera 7,33. Elisabeth Líf og Fenrir, 7,0, 6,5, 7,0, 7,0 og 7,0 gera 7,0. Elimar og Salka, 7,0, 7,5, 7,0, 7,5 og 7,5 gera 7,33. Elvar Rún og Goði, 8,0, 7,5, 7,5, 8,0 og 8,0 gera 7,83. Lilja Rún og Sigð, 7,0, 7,0, 6,5, 7,0 og 7,5 gera 7,0. Og ég minni ykkur áhorfendur á það að taka með ykkur stólana inn. Það væri rosa gott ef við myndum hjálpast að við það. Og einnig að grípa með ykkur svona það sem þarf að fara í ruslatunnuna. Og
allt í toppstandi þegar úrslitin liggja fyrir. Það þarf að varpa hlutkesti. En í 7. sæti Elísabet Líf Sigvaldardóttir og Fenrir frá Kvistum með 6,78. Og þau eru og þær eru jafnar í 4. til 5. sæti, Álfheiður Þóra Ágústsdóttir og Óskar Mey frá Íbishóli og Lilja Rún Sigurjónsdóttir og Sigð frá Syðri Gegnisólu með 6,94. Og það þarf að varpa hlutkesti. Nú þessi flokkur er í boði sportfáka. Og í 3. sæti með 7,06 er Apríl Björk Þórisdóttir og Lilja frá Kvistum. Þannig að Lilja Rún sýnist mér hljóta 5. verðlaun, Álfheiður Þóra 4. verðlaun. Apríl Björk og Lilja 3. verðlaun með 7,06. Í öðru sæti herramaðurinn í hópnum Elimar Elvarsson og Salka frá Hóladegi með 7,28 og Íslandsmeistari í tölti T1 í úlingaflokki 2025 er Elva Rún Jónsdóttir og Góði frá Garðabæ með 7,67. Við klöppum fyrir því. Og þarna fer borðin utan Goða og þarna fer byggarinn á loft til innilega til hamingju með þetta og innilega til hamingju kæru úlingar öll sömul með þetta mót. Þið eru búin að standa ykkur alveg svakalega vel og það er gaman að fylgja ykkur eftir. En svona mót er ekki haldið nema með góðum styrtaraðilum, Auðsholt Sjáleiga, Horse Export, Frosti Þotná 229, Skáney, Icefish, Iceland, Góa, Hrísdalshestar, Hestvitt, Lífland, Blue Lagoon, Horstey og Sportfákar sem buð okkur upp á þessa grein. Og það eru ein verðlaun eftir, það er stigahæsti knapinn í úlingaflokki og það er Lilja Rún Sigurjónsdóttir sem að er stigahæst í úlingaflokki. Þarna kemur hún. Það kveðja úlingaflokkin, hún kveður úlingaflokkin með stæl. Þær eru að fara þarna upp í ungmennaflokkin, Lilja Rún og Elva Rún og örugglega einhverjar fleiri þarna. Og svo ætla Lilja Rún að fara til Sviss fyrir okkar hönd. Þetta eru stórglæsilegir úlingar hérna sem við eigum. Og alltaf fer þessi flokkur stækkandi og verður sterkari. Og þegar að myndatöku er lokið þá fáum við þessa heiðursferð þeirra. Hér upp á vinstri hönd. Og þarna fara þau Elva Rún og Góði Íslandsmeistarar í tölti.
Elimar og Salka, Apríl Björk og Lilja, Álfheiður Þóra og Óskamey, Elisabeth Líf og Fenrir og lokum Lilja Rún og Sigð, stigahæsti knappinn í úlingaflokki. Innilega til hamingju. Skulum gefa þeim gott klapp. Allir sem standa þarna við hurðina og við reiðhullina fáum nú hringi viðbót, koma svo. Já, enga feimni hér. Glæsilegt hjá ykkur og með þessari ferð hérna frá þeim úlingunum í úrslitum í tölti á Íslandsmótinu 2025. Þökkum við mótstjórn fyrir okkur, þökkum öllum sjálfboðaliðum og öllum þeim sem lögðu hönd á plóginn innilega fyrir hjálpina. Þetta tekst ekki nema að við leggjumst öll á eitt. Því eins og við segjum, þegar hestamenn taka sig saman þá gerist eitthvað stórkostlegt. Og með þeim orðum bið ég ykkur áratugur að kippa stólunum með ykkur inn, taka ruslið úr brekkunni og eigið í góða heimferð og ég þakka fyrir mig og við sjáumst á næsta og heyrumst á næsta móti.